Komið sæl og blessuð, öll sömul, gaman að sjá ykkur. Mér langaði bara að bjóða ykkur að koma og fá ykkur sæti. Ef þið getið, það eru nokkur laus hérna, fyrir framann. Og sæl öll sömul, gaman að sjá ykkur. Erum við live í streymi? Yes, oh my god. Hæ þið sem eruð að horfa á streymi og sæl öll sömul sem eruð mætt hérna. Ég heiti Sandra Barilli og ætla að vera svona svokölluð fundarstjóri hérna fyrir ykkur í kvöld. Nei, í dag, það er ekki kvöld. Ég ger þetta alltaf. Mér líður eins og fólk komi bara saman á kvöldin. Hversu mörgina komu bara fyrir veitingarnar? Vel gert! Sko, ég er svo ánægð að Stebbi Melsteðs ég komin hingað úr kulnunni í 101 að gera snittubrauð hérna út í Elliðaárdal. Þetta er dásanlegt. Ég á að klappa fyrir þessu smörribrauð. Af því þetta er í alvörinu þau bestu sem við fáum í Reykjavík. Heyrði, en verið hjartanlega velkomin. Þetta er opinn fundur í boði Veitna og Reykjavíkurborgar í tilefni alþjóðlegum degi vatnsins sem er einmitt á morgun. Og ég vildi bara biðja á að blessa íslenska vatnið af því ég er huge fan. Ég hugsa ógeðslega vel fráveituna mína. Ég helli aldrei olíu í niðurfallið og blautklútum í klósettið eins og Pétur Jóhann. Ég hegða mig vel, ég drekk stórt vatnsglas á hverju mótni og bróðir minn er pípari og svona 5 mínútum eftir að Rún bað mig að stýra þessum fundi og fékk ég reikning frá Veitum. Og vitið hvað, ég borgaði hann strax. Ég gerði ekki eitthvað greið á eindaga, nei, ég borgaði strax. Þannig að ég hluti af þessu vatnshagkerfi eins og maður segir og ég bara elska það. Ég klappa þess fyrir vatninu. Ég dýrka það. Ég mæli með að fá sér vatnsglas á hverju mótni, sko. Það hefur bjargað mér á hverjum einasta degi. Heyrði, en mér langaði að bjóða merka konu hér til þess að opna þennan fund. Það er engin pressa, en síðast þegar ég kynnti borgarstjóra á svið, þá bað viðkomandi að fá að vera í Ice Guys og fékk það hlutverk. Þannig að sjáum hvað gerist núna. Takk vel á móti Heiðu Björg. Kæra þakkir og bara gott að uppljóstra þetta því ég hugsaði mér þegar ég horfði á þáttu bara hvernig fenguðu hann í þetta? En já, kæru gestir, takk fyrir að gefa ykkur tíma til þess að vera hérna og fagna vatninu. Það er dagur vatnsins á morgun, eins og þú sagðir og bara heiður fyrir mig að fá að ávarpa ykkur hér í dag. Alltaf dásamlegt að koma í Elliðaárdalinn. Ég bý auðvitað ekki langt hérna frá. Hef fylgst með þessari uppbyggingu hérna sem er auðvitað stórkostleg og ég myndi segja að þetta væri þegar orðin bara mjög vel heppnaður áfangastaður í borginni og ég er bara samgleðst þeim sem er ung börn núna. Ég var alltaf einhvern veginn við árbakkann að reyna að passa þau dytti ekki úti, þannig að ég bara samgleðst þeim sem er lítil börn núna og fyrir barnafjölskyldur þá er þetta náttúrulega bara algjörlega dásamlegur staður. Þannig að til hamingju með það og takk Orkuveitan fyrir að búa þetta til fyrir okkur. En vatnið, það er auðvitað vatni hérna út allt. Það seytlar svona volt vatn, þar sem að börnin er að busla. Og það er auðvitað tilefni dagsins í dag. Þetta er auðvitað ótrúlega mikilvægt fyrir hvert samfélag að hafa aðgang að vatni. Það er auðvitað bara undirstaða samfélags að hafa aðgang að vatni. Og við hér á höfuðborgarsvæðinu, við erum ótrúlega lánsöm. Við höfum aðgang að mjög miklu. Þetta eru mjög mikil gæði sem við búum við, sem við kannski erum ekkert endilega að hugsa alltaf þegar við skrúum frá krananum. Neysluvatni okkar, við höfum ekki bara svona ríkulegt af því, heldur er það líka bara í hæsta gæðaflokk og þetta er í rauninni bara eina verðmætustu náttúruauðlindum sem við eigum. Þannig að næst þegar við skrúum frá krananum, sem við gerum alla morgna, ég gerir það líka, þá getum við munað það. Og við hefum kannski oft tekið þetta sem sjálfsagðan hlut að vatnið okkar sé hreint og fínt og heilnæmt og allt er best á Íslandi og svo leiðis. En svona síðari ár kannski fara að hugsa meira og huga meira gæðunum og hvernig við þurfum að vernda vatnið okkar. Af því að við þurfum að viðhalda því og sjálfbærni þar er auðvitað bara lykilatriði. Að við séum aldrei að nýta vatnið á mikið eða menga vatnið og þar eru auðvitað vatnsverndin og ábyrgð okkar allra á henni. Og ég held hún sé alltaf að verða okkur svona aðeins ljósari og ljósari. Að við berum öll ábyrgð á vatninu. Og við þurfum einhvern veginn að haga okkur og okkar lífi og lífsháttum þannig að vatnsgæðunum hér sé ekki ógnað.
og það auðvitað mikilvægt fyrir okkur, en það væri líka hræðilegt einhvern veginn að skila af sér þessum miklu gæðum og þessum auðæfum sem falin í vatninu hér einhvern veginn skemmdu til næstu kynslóð. Ég veit ekki hvort að næstu kynslóð myndi fyrirgefa okkur það. Það nú annað sem það þurfa fyrirgefa okkur fyrir. Segið ekki, nefnir það ekki. Og vatnið auðvitað virðir engin landamæri, þannig að þó ég sé borgarstjóri hér og tali fyrir Reykvíkinga, þá auðvitað fyrir vatnið, vatnsbólið okkar hérna næri við stærra svæði og það vonandi að við getum áfram starfað saman að því að vernda vatnið okkar. Vatnið auðvitað ekki bara eitthvað sem gott þegar við erum þyrst. Vatnið auðvitað 70% af jörðinu okkar. Ég veit ekki hvort að allir vita það. Svo svona fyrir margt löngu þá lærði ég næringaráðgjöf. Þannig að þar var mjög áhugavert ofta að segja fólki frá því hversu mikilvægt að vera að drekka fyrir heilsuna og í rauninni eru við líka 60% vatn. Þannig að gott að muna það þegar við förum að muna. Og þegar fólk svona farið að gleyma og orðið pínu þreytt og farið að detta, þá oft bara nóg að drekka svolítið af vatni. Þannig að þið munið það, þið viti hvernig stundum því vatn getur breytt miklu þegar maður búin að drekka eitthvað annað kvöldi áður. Það út af þessu. Þá vantar vatni líka mann. Þannig að það eru margar ástæður fyrir því hvað vatn mikilvægt og ég hef oft hugsað það að vinna við tjörnina að ég skil vel að ekki sagt að Ingólfur Arnarsson mögulega hafi bara komið hér og valið sér að setjast að við tjörnina. Við viljum allan að trúa því í ráðhúsinu og ég skil það vel, en það samt alveg þannig að siðmenningin svolítið þróaðist í kringum vatn við ár og vötn af því að þetta bara nauðsynlegt til þess að vera til. Þannig að síðan svona þróuðust borgir og borgir eru mjög oft einmitt líka við vatn. Þannig að þetta er svona, ég held nú reyndar við séum nú nokkuð með þetta þetta, það ekki? En við kannski tölum ekki nóg oft það og þökkum ekki nóg mikið fyrir. En sko við eigum fullt af fersku vatni, en ferskt vatn samt bara 2,5% af vatni á jörðinni. Og 70% af vatninu bundið í klaka og ferskt og ómenga vatn í rauninni eitthvað sem það hefur alveg komið fyrir Reykjavík að vatn hefur mengast. Það reyndar sem betur fyrir mjög langt síðan en þá braust hér út Taugaveiki fyrir einhverjum 100 árum af því vatn mengaðist þá og borgarstjórinn þá í Reykjavík rauninni kom á fyrstu vatnsveitunni. Það nú örugglega einhverjir bændur einhvers staðar sem segja að þeir að vera á undan, en þetta var fyrsta vatnsveitan og við búum að henni enn í dag og við þurfum ekkert að líta langt til þess að sjá borgir sem við berum okkur mjög gjarnan saman við sem þurfa að hreinsa vatnið sitt mjög mikið. Það hefur verið rætt eins og Osló sem þarf að hreinsa vatnið sitt hver 6 sinnum og það ekkert bara verri gæði, heldur líka bara mjög kostnaðarsamt og við getum notað þau rök fyrir þá sem hugsa meira þann part að þetta líka verðmætt gæði fjárhagslega. Svo hef ég sem sagt, á undanfarið, þá hef ég verið fulltrúi sveitarfélaga í Evrópuráðinu og þar hef ég verið sérstakur talsmaður vatns í Evrópu. Ég hef gaman að fá að segja frá því að ég var að hætti því í gær og átt að skila af mér rosa stóri skýrslu í næstu viku. Þar hefur við fyrst og fremst verið í rauninni að leggja áherslu á réttindi fólks til vatn og í rauninni bara vatn sem mannréttindi. Af því að þetta auðvitað auðlindir sem að margir vilja eignast og margir vilja selja og það reyndar þannig í Evrópu núna. Það bara stór hluti af íbúðum okkar sem hafa ekki aðgang að hreinu vatni eða þurfa að borga mjög mikið fyrir það. Þannig að þetta snýst ekki bara vatnið okkar sem við erum að fagna, þetta snýst líka jörðina, mannréttindi, heilbrigði, framtíðina. Við komum í veg fyrir allir jöklarnir okkar bráðni af því að við geymum vatni þar, að við séum ekki að skapa flóð og þurrka og við séum að draga úr þessari kolefnislósun. Þannig að við þegar maður fyrir að tala vatn, getur maður bara að tala allt saman. Það ekki típist fyrir stjórnmálafólk? Einhvern veginn, reyna að koma öll inn í eina ræði. Það verður sérstakur fókus á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna núna á borgir og ég held að borgir séu lykilaðrar í því að vernda vatnið. Borgir eru þetta lykilaðar í að þróa heiminn og breyta vettvangur nýsköpunar og hugsanir og Reykjavík hefur tekið þátt í samstarfi sem heitir Resilient Cities sem einmitt snýst það að veita viðnám þessum loftslagsbreytingum og ég held að við þurfum að leggja jafnvel ennþá meira áherslu á það
Og við erum líka að verða svona vör við það að meiri öfgari veðri út frá loftslagsbreytingum að hafa áhrif. Ég menn við sáum hérna flóð daginn og fleira. Þannig að við tökum þetta alvarlega, við viljum auka okkar aðlögunarhæfni en við viljum líka gefa í hvað varðar að koma í veg fyrir. Það sem við þurfum þá alltaf að vera aðlaga okkur að sem eru þessar loftslagsbreytingar. Þannig að ég hlakka bara til áframhaldandi samstarfs þessi mál og bara óska ykkur til hamingju með þennan fund, til hamingju með daginn á morgun. Í gær var hamingjudagurinn, á morgun var dagurinn, ég veit ekki alveg hvað dagur í dag. Dáns, það er dáns, já, snillt og jökla, akkurat, það er svo gott að allir dagar eru dagar einhvers, það er bara geggjað. En ég bara þakka ykkur fyrir að bjóða mér að ávarpa þennan fund, þetta er mjög gott líka fyrir mig sem er nú ekki lengur talsmaður VASS í Evrópu, verður nú bara talsmaður VASS í Reykjavík. Takk fyrir mig. Og til hamingju með daginn. Takk kærlega fyrir þetta. Ég lenti í því daginn að því nú ég byrjuð að mæta í svona hot but fit ass tíma tóning eitthvað svona í svona heitum sal og ég mæli ekki með því að því þú varst að tala að vera gott að fá sér vasklas þegar maður finnur fyrir þyngu og ég var þunn af þeim tíma. Hafið þið prófað þetta í svona heitum tíma? Þetta er óbærilegt sko að maður fær verri hausverk heldur en þegar maður fór á fyllir í gamla daga. Af hverju gerir maður sér þetta? Jæja, herðu, þá ætla ég ekki að segja ykkur meira sjálfa mig og hvernig mér líður í vörklass daglega heldur langar mig að bjóða næsta á svið framkvæmdastýru Veitna sem er búin að vinna með elskulegum föður mínum í hvað á ég að telja 20 og eitthvað ár. Hún er búin að þekkja mig frá því ég var agnarsmá Sólrún Kristjánsdóttir. Gjörið svo vel. Takk fyrir. Á ég að ljóstra því upp að þú þekkti mig samt ekkert áðan. Já, takk kærlega fyrir borgarstjóri, takk fyrir að koma og ávarpa þennan fund sem er okkur mjög mikilvægur hjá Veitum að fagna degi vassins sem er á morgun af því að Veitur taka mjög alvarlega að við förum með vernd vassins samkvæmt lögum. Við erum vatnsveita fyrir fyrir Reykjavík og við tökum það bara mjög alvarlega og lítum á það sem okkar frumskyldu að vernda vatnið okkar. Og okkur langar líka einmitt að auka meðvitund hvað þetta er mikið lífsgæði á Íslandi að hafa og hérna á höfuðborgarsvæðinu og það er ekki einu sinni alls staðar á Íslandi sem fólk býr við þessi gæði sem við hér á höfuðborgarsvæðinu búum yfir. Og ég held að það sem við höfum líka lært svona undanfarið og séð bara bæði í því sem hefur gerst hérna á Íslandi varðandi innviði og líka bara það sem að gerast erlendis varðandi bara bæði loftslagsbreytingar en líka bara hvernig við þurfum að huga öðruvísi bara vörnum gagnvart innviðum að það er mikilvægt að við hugsum hvernig við ætlum að vernda þessi lífsgæði til framtíðar. Og ég tek það alveg gríðarlega alvarlega að ég vil ekki þurfa að horfa í baksýnisspegilinn og hugsa að ég hefði nú betur vernda vatnið meira. Þannig að mig langar að byrja á að bara svona smá hugvekju vatnið okkar með því að fá hjálp frá Pétri held ég, hvernig kveiki á myndbandinu. Og já, er þarna. Og sýna ykkur örlitla hugvekju vatnið okkar. Við hjá Veitum trúum á mátt tenginga. Veitur er eins konar æðakerfi samfélagsins sem tengir líf og hagsæld við einstakt samfélag. Við leggjum ekki bara pípur á rör. Með hverri pípu tengjumst við hreinu vatni sem streymir inn á þitt heimili. Með hverri lögn tengjumst við betra atvinnulífi og blómstrandi samfélagi. Við tengjum hreint vatn við fólkið, við fyrirtækin, við nýsköpun og við gleðina, og komandi kynslóðir. Á meðan við vinnum með og verndum dýrmæta vatnið okkar, sem er sameiginleg auðlind okkar allra. Það er þess vegna sem við sköpum í sífellu nýjar og betri tengingar fyrir framtíðina. Því við vitum að magnaðir hlutir gerast þegar við erum tengd.
Veitur. Já, það nefnilega magnaði hluti sem gerast þegar tengd og frumtengingin okkar kalda vatnið. Allt annað kemur á eftir kalda vatninu. Þannig að þess vegna tökum við þetta svona alvarlega og þess vegna viljum við núna bara gera enn betur í að vernda þessi mikilvægustu lífsgæði okkar. Og við fáum heilnæmt vatn í Reykjavík frá Heiðmörk og grunnvatnsstraumar í Heiðmörk sjá 60% íbúa og fyrirtækja fyrir hreinu neysluvatni. Og Heiðmörk verður vatnstökusvæði höfuðborgarsvæðisins til langrar framtíðar og skilgreint sem vatnsverndarsvæði. Og það algjört forgangsmál að tryggja gæði og heilnæmi vatnsins og þetta bara stærsta ábyrgð sem ég sagði þaðan, Orkuveitunar og Veitna að gæta þess. Vatnsveiturnar sem við förum með bera ábyrgð samkvæmt lögum að tryggja þetta vatn og við leggjum mikið upp úr því að viðhalda núverandi gæðum neysluvatnsins. Þetta í rauninni mjög einstakt að hafa þessi gæði sem við búum yfir hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það ekki margir sem geta státað af jafn ómeðhöndluðu vatni og við hér á höfuðborgarsvæðinu, eða lítt meðhöndluðu. Og við viljum, eins og ég byrjaði að segja ykkur frá, leggja áherslu á auknar forvarnir til þess að vernda þetta. Ekki bregðast við og vera með viðbragðsáætlanir hvernig við ætlum að bjarga einhverju þegar eitthvað hefur orðið, heldur setja upp forvarnir. Og það ýmsar áskoranir og ógnir sem við verðum öll að vera meðvituð að því að við öll verndarar vatnsins saman. Við þurfum að vernda vatni fyrir mengandi efnum og örverum. Það mjög mikil aukin umferð ökutækja þegar að vatnstökusvæði var skilgreint sem vatnstökusvæði fyrir þessum 100 árum þegar að menn handgrófu sig úr Heiðmörk, þá var það lengst upp í sveit og það var engin umferð þá. Þegar við erum að tala ógnir við líka að tala eldsvoða og gróðurelda og það fylgir bæði aukinni umferð svæði en það fylgir líka bara vegna þessa loftslagsbreytingar sýna sig að það geta komið eldar. Við líka vaxandi borg og við í útþenslu í borginni og það aukin byggð í grenndi vatnstökusvæðin okkar. Það umferðarmannvirki í grenndi vatnsverndarsvæðið. Við vitum af því að við megum ekki gera lítið úr því að það náttúruhamfarir og eldgos sem geta haft áhrif á þetta svæði. Og við höfum verið að skoða það hjá Veitum mjög vel, hvernig við þurfum að setja upp forvarnir til dæmis gagnvart bara henglinum okkar sem fyrir heita vatnið okkar, en að sama skapi við að skoða hvað þurfum við að gera ef það geta komið mengandi efni ef við lendum í eldgosi nálægt vatnstökusvæðunum okkar. Og svo þetta sem ég aðeins minntist á að við sjáum og við vitum og öll innviðafyrirtæki að vakna upp við það að innviðir skotmörk fyrir skemmdir og hryðjuverk og það mjög auðvelt að lama heilt samfélag með því að ráðast á innviði. Og það hefur verið gert erlendis með hörmulegum afleiðingum. Ég heyrði mitt af því að á tímabili var 80% í Úkraínu án rafmagns, var það ekki Finnur, eftir svona árás. Og við þurfum að taka þetta alvarlega, þó við séum á Íslandi. Og það sem við höfum haft mestar áhyggjur af og höfum mjög miklar áhyggjur af, það umferð grannsvæði vatnsverndar í Heiðmörk. Og við höfum lent í mengunarslysum og næstum mengunarslysum sem hafa sem betur fer ekki haft alvarlegar afleiðingar en þau gætu gert það. Og við viljum hætta að taka í rauninni sénsa með það að næsta slys verði slysi sem gæti haft alvarlegar afleiðingar. Við höfum líka lent í gróðureldum sem betur fer náðist að slökkva á þannig að það varð ekki alvarleg mengun en við mældum hins vegar mengunarefni í vatnstökusvæðunum okkar sem sýnir okkur að ef við myndum lenda í stærri gróðureld þá gætum við lent í alvarlegri mengun. Og við með einstakt tækifæri núna til að taka betur utan forvarnir gagnvart vatnsvernd því það vinna í gangi varðandi deiliskipulag Heiðmerkur í Reykjavík
og þar sem sagt verið að móta framtíðarsýn fyrir svæðina Reykjavíkur. Og þarna höfum við þá tekifærið núna til að tryggja vatnsgæði á höfuðborgarsvæðinu til framtíðar. Og Veitur og Orkuveitan eru að segja að í þessari vinnu mjög mikilvægt að verndun vatns þarf að stýra allri ákvarðanatökum nýtingusvæðisins og setja inn ákveðnar skorður. Þess vegna er ég náttúrulega mjög ánægð að heyra hvað við erum í rauninni sammála að forvarnir er það sem þarf að setja í forgrunn varðandi verndun vatns. Og við höfum sett fram ákveðin markmið vegna vatnsverndar og ég held að sé bara mikilvægt að við áttum okkur öll á hvað við þýða. Þetta er náttúrulega bara einhverjum svona setningar, mér langar aðeins að verja tíma til þess að útskýra hvað við eigum við þarna. Við viljum viðhalda núverandi gæðum neysluvatns til langrar framtíðar og taka nauðsynleg skref til þess að vernda það að vatnsvernd njóti vafans við alla ákvarðanatöku á svæðinu. Og við vitum að, það er sagt að við getum ekki byrt brunnin eftir á og það á við þetta. Við verðum að setja forvarnir og hætta að reka okkur á viðbragðsáætlun. Auðvitað eigum við viðbragðsáætlunar áfram en setja upp almennilega forvarnir. Við erum búin að vera í samtali við almannavarnir, við erum búin að vera í samtali við önnur innviðafyrirtæki og þetta er það sem öll innviðafyrirtæki í Íslandi eru að breyta núna. Við erum að setja forvarnir umfram viðbragð í forgrunn. Og ef ég fer aðeins yfir markmiðin þá er það að innan grannsvæðis vatnsverndar sé einungis leyfð umferð ökutækja sem telst nauðsynleg, svo sem vegna vatnsvinnslu, vatnsverndar, viðhalds, innviða og gróðurs, brunavarna, neyðar og náttúruvár viðbragða. Og hvað þýðir þetta? Þetta þýðir að við erum að leggja til að loka ákveðnum hluta vega í Heiðmörk, ekki allri Heiðmörk eins og hefur stundum verið slengt fram, heldur ákveðnum hlutum sem eru viðkvæmustu svæðin innan grannsvæðis vatnsverndar. Og að þar sé sem sagt umferð ökutækja einungis á forsendum vatnsverndar til þess að viðhalda gróðrinum sem þar er, skóginum eða neyðar og náttúruviðbragðar. Og hvað þýðir þetta? Þetta er auðvitað eitthvað breyting en þá kemur kannski að næsta punkti sem er að útivist innan Heiðmörkur samræmis markmiðum vatnsverndar. Og já, því að þetta gerir kjörið tækifæri til þess að búa til frábæra útivistarperlu án bílaumferðar í Heiðmörk. Við viljum útivist, bara svo það sé á hreinu, bara ekki á bílunum. Við viljum búa til frábært umhverfi fyrir hlaupandi, gönguskíði, gangandi fólk. Allt samræmist það vatnsvernd ef við erum ekki með ökutækin með. Þannig við myndum bara setja bílastæði í endana þar sem fólk getur svo bara komið og hlaupið á þessum frábæra skógi vaxna útivistarperlu. Og við sjáum fyrirmyndir erlendis þar sem svona er gert, svona grænir ekopark er að kalla, þar sem að fólk getur komið og notið útivistar í kyrrð og þar sem umferð ökutæki er ekki að trufla okkur. Svo er fullt af öðrum svæðum í Heiðmörk sem verða áfram með vegum og þar er hægt að fara í útivistar með ökutækjum. Og svo eigum við náttúrulega fullt af öðrum útivistarsvæðum þar sem við getum komið akandi án þess að ógna vatnin okkar. Og svo næstu punktur að gróðurþekja innan grannsvæðis vatnsverndar stuðla vatnsgæðum að gróðrið sé viðhaldi með vatnsvernd og brunavarnir að leiðarljósi. Og hvað þýðir þessi punktur? Við erum með þríhliða þjónustusamningu Skógrækt Reykjavíkur. Það þarf að viðhalda skóginum þarna, það er náttúrulega bara, þetta er algjör yndis skógur þarna og þarf að viðhalda honum og það er bara að gera það með vatnsvernd í forgrunni auðvitað og passa þau tæki sem við erum að nota og annað, ógringi vatnsvernd. Og við þurfum að gera meiri svona brunahólf, ég er ekki sérfræðingur í því, en til þess að varna því að það verði stærri skógareldur eða kviknareldur. Þannig við þurfum að auka brunavarnir á svæðinu og það þarf að finna út í þessu saman. Við viljum að iðnaður, og þar með tala viðavinnsla, verði flutt út af grannsvæði vatnsverndar. Af hverju? Af því það fylgir olía þessum iðnaði, þrátt fyrir við getum sett upp einhverjar
einhverja varnir þá áhætta sem fylgir því, en líka það fylgir þessu umferð og við teljum að þetta fari bara betur annars staðar og við erum 100% til í að leita leiða til að finna út úr því að styðja við það. Að fari verðir aðgerðir sem auki brunavarnir eins og ég sagði og meðferð elds verði bara bönnuð innan grannsvæðis Vatnsverndar. Við erum að sjá hræðilega skógarelda víða og þetta getur breiðst mjög hratt út og án þess að við náum að slökkva og við eigum ekki að leyfa meðferð elds. Við eigum mannvirki víða í Heiðmörkinni, Orkuveitan, og við höfum verið í langan tíma í rauninni að láta þessi mannvirki víkja út af því þau fara bara ekki saman að hafa starfsemi inn á vatnsverndarsvæðinu og við eigum eitthvað eftir þarna og við viljum bara að ófriðu mannvirki á 11 vatnsblétnum víki eigi síðar en 2033. Og svo mengunarhætta sem ég þekki ekki mjög vel, en það einhver mengunarhætta sem getur stafað háspennulínum og við viljum bara vinna með sérfræðingum í því að það verði mótuð framtíðarsýn fyrir háspennulínur með tilliti til vatnsverndar. Ok, þetta eru markmiðin. Hvað þýðir markmið? Markmið þýðir þetta í rauninni endatakmarkið. En svo erum við í þessari deiliskipulagsvinnu og þar erum við í vinnunni við að útfæra þetta nánar. Það ekki búið að útfæra allt hvernig þetta lítur út. Við viljum bara gera þetta að þetta verði endurinn og við erum í ákvað að finna út úr því hvernig við gerum það með tilheyrandi samstarfsaðilum okkar. Þannig að þetta það sem mig langa að segja ykkur frá hvað við erum að setja á oddinn varðandi vatnið okkar til þess að ég geti litið í baksýnisspegilinn og þið öll og liði vel með það að við skiluðum næstu kynslóðum jafn frábæri lífsgæðum eins og við búum yfir í dag varðandi vatnið okkar. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir, Sólrún. Ég tek undir þetta. En þetta basically, þetta dæmið með að við getum alveg svona lagt aðeins lengra frá líkamsræktarstöðinni sem við erum að fara að hreyfa okkur í. Er það ekki? Mæli með. Ná smá auknum skrefum inn í hlaupahringin áður en þið dettið í ykkar léttu 5K eða 27. Ég veit ekki frá hverju þið eru að flýja með ykkar hlaupum. Heyriði, en þá næstur á svið maður sem hóf ást sína á landinu nákvæmlega hér á þessum stað af því hann var að vinna í garðyrkjunni hjá Rafmagnsveitu Reykjavíkur í Gemle Dege fyrir löngu síðan. Það rithöfundurinn Andri Snær Magnason. Takk fyrir, gaman að sjá ykkur og gaman að vera hér í fyrsta skipti í annað skipti. Eða það að segja síðan að nýtt líf hófst hérna. Ég var að vinna hjá Rafmagnsveitu Reykjavíkur við kolefnisbindingu á 75 ára afmælinu. Við vorum að rannsaka hvort það verið að knýja borgina með stöðurafmagni. En þarna ég kynntist konunni minni í þessum dyrum þarna þess að hér unnu við í 6 sumur og í garðyrkjudeildinni Óli einhvers staðar. Nei, kannski ekki. En allavega hvað sér þið? Kemur eftir, já. Já, ég kynntist konunni minni í þessum dyrum og hérna var kaffistofan okkar og hérna vorum við og dvöldum öll sumur og eignaðist marga mínum bestu vinnum, hinn Siggi Skyr þarna. Og eftir mig í borginni liggja margvísleg mannvirki eins og þessi stórkostlega hellulögn í Hlíðarsmára og meistaravöllum þannig Jötunsteinar 15 sinnum 10 sinnum 10 og þetta var mjög skemmtileg vinna og ég ætlaði aldrei að vinna innivinnu. Það var það eina sem ég var búin að ákveða. Ég ætlaði aldrei að vinna innivinnu en það fór einhvern veginn öðruvísi. En við erum allavega að tala um vatni núna og já, ég kynntist konum minn hérna. Og hér 11 ár virkjun og 11 ár stöð og hefur þátt vænt allan þennan dal og alin upp hérna í dalnum og þessi virkjun sem vandasöm í þessari náttúru 3 megawatt og knúði líklegast 3000 heimili, það ekki, á sínum tíma. Svona 1 megawatt á hver 1000, allavega í nútímanum. Og þess vegna finnst manni skrítið þegar maður búin að umgangast þessa á alla ævi og þekkir á og veit hvað flókið að grípa inn í á og bara hvað á Þá svo sérkennilegt að virkjanir yfir 9,9, allt fyrir neðan 9,9 sé talið lítið. Af því mér finnst 11 ár bara mjög stórar.
Mér finnst 11 ár bara vera alveg ár, mér finnst 11 ár ekki vera lækur. Mér finnst 11 ár bara vera almennlegt, eðlilegt vatnsfall og þess vegna finnst mér sérkennilegt þegar svo náttúrulega tilviljun gerist á landinu að allt í einu allir virkjunarkostir 9,9 megawatt. Og það bara annarkvort eitthvað svona stjarnfræðileg tilviljun eða eitthvað stjarnfræðilega skrítið í bara hvernig við umgangust þessi mál vegna þess að líklegast væri fyrir sama rask hægt að byggja 13 megawatta virkjun eða 15 eða 19 eða þá gæti hún verið minnið, ég veit það ekki. Mér finnst allavega mjög líklegt að mjög mikið af orku sé að fara í gúanó, þar sé að fara til spillis af því að mann einhvern veginn að reyna að sleppa einn í skýrslu og ég veit það bara ekki, þið þekkið þetta betur. En mér finnst þetta að vera svolítið áfellisdómur hvernig við erum að nýta okkar náttúru núna, okkar ár og umgangast þær, að fara á svig við að þessi ótrúlega tilviljun að eiginlega allar virkjanir núna eru bara 9,9 megawatt. Og þegar þessi gullöld virkjunar eru að hefjast aftur þá óttast ég 11 ár Íslands og þrefaldar 11 ár Íslands í þessu samhengi. Að við getum farið að gera eitthvað mistök, hvað var fiska, hvað var náttúru, hvað var umhverfi. Og já, þannig að það það sem að maður velti fyrir sér, sko, þegar við erum að byggja þessi virkjanir erum við byggja því við erum klár, vel menntuð og vel skipulögð og vel rekið samfélag eða erum við að gera bara eitthvað algjört rugl. Þannig að það kannski spurningin sem mér finnst mjög mikilvægt að fjalla Ef það á að virkja á annað borð, þá gera það 12 megawatt eða 15 eða 16 eða 8 en mjög einkennilegt að þessi allar 9,9. Ég búin að hringja í Siemens og það ekki staðaleiningin þeirra 9,9 megawatt. Það er ekki út af neinni ytri ástæðu, sko. Síðan náttúrulega bara það sem að gerast í okkar tíma. Þess að hvað heitir okkar tími vegna þess að ég skrifaði bók loftslagsbreytingar og þegar ég sagði vinnum mínum að ég ætlaði að skrifa loftslagsbreytingar þá voru allir bara, byrjar hann aftur. En þegar ég sagðist vera að skrifa tíma og vatn þá sagði allir, já, áhugavert, hvað áttu við? Og þá útskýr ég það, já, þessari öld þá allt eðli vatns á jörðinni samtímis að fara á skorðum. Þess að jöklarnir að fara niður, hafsborðið að rísa, veðrakerfin að breytast, árstíðirnar að breytast, snjór, rigning, veðrakvolfin að fara að geyma meira vatn heldur þau gátu áður út af meira orku og þar af leiðandi geta búið til ofsafengnar í flóð. Sífrerinn að bráðna, sýrustig hafsins að breytast og jafnvel hafstraumarnir getur fara að sveigja af leið. Þá voru allir bara shit. Það alvarlegt, sagði þeir. Já, það alvarlegt, sagði ég. Sumir kallaða loftslagsbreytingar. Og það svo sérkennilegt að við búum til eitthvað nattræn hlýnun, loftslagsbreytingar, þegar kannski bara lýsir orðið hreinlega ekki hvað að gerast. Að við erum að ganga inn í einhverja öld vatnsins, þar sem að allt vatn í rauninni í heiminum að raskast eða finna sér annan farveg eða annað form eða annað jafnvægi. Kannski tekur það nokkur þúsund ára að finna annað jafnvægi, en það að leita í annað jafnvægi heldur en það hefur verið í á síðustu 6.000 árum. Og það svolítið vandi vegna þess að við erum cirka 8 milljarðar sem erum búin að raða okkur upp á jörðinni til samræmis við þetta 6.000 ára jafnvægi. Og þessi hliðrun gæti orðið ykkur svona sársökafyllsta hliðrun sem að bara hægt að ímynda sér. Þannig að nú dagur jöklana og Jöklarannsóknarfélagið að halda upp á það í dag vestur í bæ með sýningu í loftskeytastöðinni sem þetta að kíkja á. Og eftir 70 ára jöklarannsóknir á Íslandi þá komin alveg gríðarleg þekking á í rauninni hvert jöklarnir okkar að fara og við sjáum að þeir í rauninni að hverfa bara beinlínis á þessari öld. Og þetta ekki þróun sem eðlileg á neinn hátt. Þetta náttúran að yfirgefa jarðfræðilegan hraða og breytast á mannlegum hraða. Og þegar það byrjar svoleiðis og þið þekkið þetta kannski betur í náttúrunni að það ekkert línulegt í náttúrunni. Þegar eitt byrjar að hreyfast á þennan hátt þá kemur eitthvað sviphögg úr annarri átt og einhver mjög óvænt breyting. Þannig að vatnið í rauninni stóra málið fyrir okkar tíma og meira segja bara á mínum líftíma, ekki bara á mínum líftíma, heldur á líftíma barnsins míns,
hafa jöklarnir breyst svona. Þannig að Ólafur Elíasson, myndlistarmaður, hann gerði jöklaseríu árið 1999. Sonur minn varð aðstofamaður hans til þess að þegar hann var að endurtaka seríuna 20 árum síðar árið 2019. Þannig að bara ekki minni ömmu minnar eða elstra manna tölu, þá hafa jöklarnir á Íslandi breyst svona og þetta í rauninni sprenging. Hún svolítið hægfara en þetta sprenging. Og síðan þetta að gerast ekki bara á Íslandi heldur fyrir alla jökla, samtímis allstæðar í heiminum og það cirka 2 milljarðar manna sem búa í fjalllendi sem reiða sig á snjóalög, bæði vetrarsnjó og síðan reglulega bráðnun jökla. Ef við horfum á Himalajasvæðið, ef við horfum á Andesfjöllin, þá er að koma gríðarlegt rask í allan vatnsbúskap mannsins núna á þessari öld. Og það bara fyrirliggjandi og þetta að gerast síðan á sama tíma á strandsvæðin eru undir álagi af völdum rísandi sjávar sem ekki bara vandræði heldur vegna þess að þá rennur sjórinn inn í grunnvatnsgeymana og neysluvatnsbirgðir margra stórborga. Þannig að öld vatnsins myndi ég kalla þetta frekar en öld loftslagsbreytinga af því að vatnið bara við skiljum það miklu betur heldur en orðið breytingar. Og svo náttúrulega sýrustig sjávar sem eru að falla á þessari öld úr kannski 8,1 í 7,7 og það stærsta breyting í hafinu í 50 milljón ár. Og vandinn við að tala þetta sá að eiginlega öll orðin sem að getur notað eru merkingarlaus. Þar segja, ef ég segi árið 2100 talið að sýrustig sjávar falli úr 8,1 niður í 7,7 og það stærsta breytingin í hafinu í 50 milljón ár, þá allt sem ég sagði merkingarlaust. Eða hvert einasta orð. 2100 merkingarlaust vegna þess að ef ég spyr ykkur, þið sammála því að 1970 var fyrir 30 árum, þá segja ég allir já. Bara já, auðvitað. Og svo ef ég segi það var fyrir 55 árum, bara hvernig getur það verið? Já, svona svipað að þú ert 55 ára. og síðan, og á einhvern undarlegan hátt var 2000 kóðað svo fast í hausinn á okkur að ég get hugsað 5., 7., 7., 8., 9., 10. áratuginn og ég get séð ákveðna tísku, hárgreiðslur, tónlist, ég sé eitthvað fyrir mér. En allt eftir 2000 bara svona eitt langt mauk. Mér finnst ég hafa verið í sama jakkanum bara síðan árið 2000. Og það svo við getum ekki svona sundugreint öldina, annarkvort erum við í afneitunum að öldin hafi byrjað og við viljum ekki eldast og viljum ekki gangin í öldina, en þess að við skiljum ekki öldina. Þannig að þegar við segjum 2100 þá hefur það enga merkingu. 8,1 í 7,7, einhverjir hér inni skilja það, gerir ráð fyrir, en myndi fólk gráta ef við segja 7,6 eða 7,5. Og ég veit ekki neitt neila sem getur svona hugsað svona skala tilfinningar sínar logaritmist hvern 0,1 þannig að hann sé 10 sinnum sorgmættari við hverja 0,1 og svo 50 milljón ár það beinlínis þýðir bara að ein manneskja sem fæðist núna og verður ekki jafngömul og amma heldur bara mamma að upplifa stærri breytingar í hafinu heldur en ekki allir forfeður mannsins sem 300.000 ára gamall eða forfeður Homo sapiens tegundarinnar sem 5 milljón ára gömul heldur tíföld þróunarsaga mannsins að verka á einni manneskju áður en nær svona rétt yfir starfsloka aldur. Og það aftur sprenging og þannig að hvert og eitt af þessu sem ég sýndi ykkur nægilega stórt til þess að vera svo kölluð viðmiðaskipti. Það sem þú tekur bara allt sem þú ert að gera, allt sem þú ert að pæla í, allt sem þú ert að hugsa, allt sem þú ákvaðst, allt sem þú lærðir og endur reiknar það út frá þessu vegna þess að þetta átti aldrei að gerast. Og í rauninni má segja að þetta sé nánast svona goðsöguleg breyting vegna þess að þessi breyting á vatni jarðar verður munað eftir henni í 5.000 ár. Það sé að eins og við munum að Móses hann skipti Rauðahafinu fyrir 3.000 árum en það var ekki nema kannski rúmkílómetra vatni sem hann var að flytja til. En við erum að tala 100, 200, 300.000 rúmkílómetra vatni sem að leiðtogar heimsins eru bara að fjalla bara okkur ráðstefnum sem við geispum yfir á hverju augnablikki. Þannig að mantran mín hefur alltaf verið þessi
bara reikna út hvenær einhver er á lífi sem þú munt elska og staðan er svo að árið 2160 er einhver á lífi sem að börn okkar munu kannski þekkja mest í sínu lífi. Þannig að okkur á ekki finnast 2100 að vera handan við ímyndunarafl okkar, heldur 2100 er bara hálfa leið í bara þeirri samfellu sem við höfum komið af stað með því að bara eignast börn og fjölskyldur og hitta einhvern í dyragættinni hérna. Þannig að óska ykkur til hamingju með öld vassins, eða já, dag vassins og ég óska þess að öld vassins verði gæfurík vegna þess að við tökum góðar ákvarðanir. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir, Andri. Líður þér ekki rosa mikið eins og sérst alltaf að tala fyrir daufum eyrum? Eða sko, ég hugsa alltaf bara svona þegar ég heyri þetta, þá er ég alveg, oh shit, við þurfum að gera eitthvað. Og svo er ég, hvað get ég gert? Ég veit það ekki. Við höldum áfram þetta. Heyrðu, við ætlum að fara í smá pallborðsumræður og spyrja þetta ágæta fólk spjörunum úr, en einnig fá til okkar ágætar konur, Anna Hörpu Þorsteinsdóttur, sem er verkefnastjóri lýðheilsumála hjá borginni. Er það ekki gott? Komdu til mín. Og horfðum báðar í augun okkur annar og bara af hverju þekkjumst við. En þetta var bara svona lítið fyrir ykkur, þetta er kannski smá svona had to be there moment. Allavega. Heyrðu, og hún Sigrún Tómasdóttir, sem er farin að rita nafn sitt Sigrún Tómas, eins og Halla Tómas. Er það ekki? Auðlindaleiðtogi Vass hjá Orkuveitunni. Heyrðu, og mér langar að bjóða Sólrúnu og Andra Snæ upp. Sko, ég held að já, og bolli sem þú nýtir aftur, auðvitað, til þess að spara. Einar, getur þú hjálpað mér við... Er þetta ekki gott svona? Svona? Já, þannig að þau getur staðið... Nei, við þurfum ekki skjáin, við þurfum bara að heyra í þeim. Ef þið komið þétt saman og talið saman, heyrist þá. Hendi spurningum á okkur og þið svarið. Harpa, mér langar að byrja á þér. Mér langar að spyrja hvaða tengingu hefur umræða í heiminum ferskvatn við okkur hérna. Og þá kannski sérstaklega núna á þema degi ársins þar sem þemaði vatn á, og þema þess eru jöklar. Það er þannig sko. Á morgun er dagur vassins og þema dagsvassins eru jöklar. Er það ekki? Bráðnun jökla. Þetta er svo flókið sko, en það tengist allt vatni. Heyrðu, hvernig tengist það sveitafélögum og svoleiðis á Íslandi? Já, bara óbúslega góð spurning. Þetta er náttúrulega bara, já, Þetta er betra. Tala hérna. Og kannski bara alveg fínt að pikka upp þar sem Andri Snær var svona að leiða okkur eitthvað svona aðeins inn í framtíðina og við fengum svona öll nett svona auka hjartslátt en staðrindin er sú og tengist líka því sem að þú varst að tala bara bara hvernig þróunin er. Við erum alltaf að færast nær og nær okkar kannski því sem að við sáum í gamla dagi, menna amma og afi áttu sumarbústaði við Helluvatn. Þannig að ég var alltaf bara að synda hann í læknum bara við vatnsverndarbolið og pissaði í hann og eitthvað. Þú veist, þetta er bara ekki, þú veist. En núna náttúrulega erum við að víkja frá því og byggðin er að færast nær og þetta er einhvern veginn að þróast ótrúlega hratt. Og ef við horfum bara til 2050 þá munu 70% íbúa jarðar búa í borgum. Þannig að það er ekkert að ástæðulausu að þemun í dag eru svolítið að fara svona úr svona kannski að við séum að horfa á þetta ekki bara svona út frá svona alþjóðlegu samhengi heldur eru við að færast nær borgunum af því að þar eru innviðirnar okkar, þar er fólkið sem að tekur ákvarðanirnar sem að stýra okkar framtíð og þetta snertir okkur vegna þess að við náttúrulega búum bara svo vel. Við erum í algjöru forritnu stöðu hérna á Íslandi. Við eigum vatnið okkar, við bara ein og sér og við þurfum að vernda það og við þurfum að koma fram við það að virðingu af því það er ekkert allir svo heppnir að eiga vatnið í sínu heimalandi því að við þurfum að deila kannski vatnin okkar með öðrum sveitafélögum og sem betur fer gengur það vel og við erum vön því en út í heimi þarf fólk og þjóðir og borgir kannski að deila vatni þar sem að ríkja stríð og styrjaldir og náttúruhamfarir af sökum loftslagsbreytinga og fleira og það er ekki svona lánsamt
eins og og við erum í þeirri stöðu að geta tekið þátt í samstarfi, við getum miðlað, en það líka bara, við berum svo mikla ábyrgð út af því að við erum á þeim stað að geta horft á jöklan okkar út frá svona þessum staðreyndum og þessum svona forréttindum sem við höfum að við erum samt að verða fyrir sömu áhrifum og fólk allstaðar í heiminum. Þannig að ég held einhvern veginn við inn í okkar búblu, við þurfum að passa svo óbúslega vel upp á það hvernig við skipuleggjum okkar byggð og þar bara, ég meina Reykjavík stærsta borgin, eina borgin á Íslandi og stærsta sveitarfélagið og ber þar alveg þetta gríðarlega mikla ábyrgð og fer með ákveðin svona frumkvæði því hvernig við ætlum að nálgast okkar vatnsverndarsvæði og hvernig við stýrum umferð, hvernig við stýrum byggð í kringum og menningu í kringum þessi svæði og hvernig við ætlum að móta framtíðina til næstu ára. Þannig að við einhvern veginn, við verðum að leggja mat á það og nú kem ég svona kannski aðeins að lýðheilsu hliðinni í þessu, af því það bara verið að tala um það í dag, bara af hverju ættum við að leggja, við erum að gera umhverfismat og af hverju erum við núna að tala og ríkisstjórnin að tala fyrir því að innleiða svokallað lýðheilsumat. Vegna þess að þetta snertir okkur, þetta snertir heilsu okkar, þetta snertir mannréttindi, þetta snertir bara snýst jöfnuð að fólk og okkar kynslóðir hafi þennan jafna rétt á aðgengi að bara heilbrigðri náttúru, heilbrigðum lífsgæðum og við sjáum bara að bara þessi umræði, það fengu allir aðeins fyrir hjarta bara að tala þessar stóru breytingar. Og fólk að tala bara hvaða áhrif þetta hefur á andlega líðan, andlega heilsu fólks í samfélaginu okkar og við einhvern veginn verðum að hugsa þetta út frá öllu þessu heildarsamhengi, bara hvað það? Við leitum í náttúruna til þess að líða vel, við leitum í svona ákveðið svona öryggi, maður talar að þetta aðgengi, en við þurfum líka þá að skapa þessa umræðu, hvar getum við boðið upp á þetta aðgengi, þetta umhverfi, líka bara innan borgarmarka, án þess að skaða kannski vatnssvæðin okkar. Við erum í Elliðaárdalnum og við þurfum kannski bara líka að lyfta þeim svæðum sem eru í návígi við okkar íbúa aðeins hærra. Við höfum þetta aðgengi sem þú hefur augljóslega miklar áhyggjur af að sé verið að ganga ansi hratt inn á þessi svæði, inn á þannan blett sem við viljum kannski draga úr umferð, að við erum með þessi svæði líka innan borgarmarka, þannig það líka bara kannski okkar að lyfta þessu aðeins upp til þess að sporna við og veita ákveðna forvörn hvað þetta varðar. Mjög gott. Og ég legg áherslu á það að missa ekki tenginguna við vatnið því að það gott að benda líka á eins og sundlaugarnar okkar sem við elskum öll eða flest og höngum rosalega mikið í. Þetta eru almenningsgarðarnir okkar. Af því það kannski ekkit eitthvað æðislegt að vera alltaf eitthvað hangi í almenningsgarði og drekka rauðvín eins og í Copenhagen. En hér höfum við laugarnar og þar erum við ekki að neyta áfengis af því það óhollt. Jæja, Sigrún, mér langar að spyrja þig, hvað gerir þið hjá Veitum til þess að tryggja hreint neysluvatn, ef þú nefnir nokkuð dæmi? Já, bara góð spurning. Þetta auðvitað eins og þau eru búin að vera að minnast á. Þetta ótrúlega lífsgæði sem við búum við hérna á höfuðborgarsvæðinu að vera með bara á náttúrunnar hendi allt þetta flotta og góða vatn sem við erum með og þegar maður fer og hittir kannski kollega okkar í vatnsveitum erlendis þá eru þau bara að byrja, þurfum við eiginlega ekkert að meðhöndla vatni, bara getur þetta verið. Og þetta er óvenjulegt, en þetta líka, þessu fylgir líka mikil ábyrgð að við séum að dreifa lítt eða nær ómeðhöndluðu vatni til neytenda okkar. Og það mjög mikið eftirlit með vatninu bara, það neysluvatnsreglugerð og hún kveður á hvernig skuli vakta þetta. Og ég veit að það hérna einhvers staðar kollegar úr heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, þau sinna þessu svona reglubundna eftirliti. Það tekin meir en 100 sýni á ári hérna víðsvegar og dreifikerfinu og höfuðborgarsvæðinu og uppi við vatnsbólinn og þetta greint fyrir svona gerlum og eðlisfræðilegum eiginleikum í vatninu. En svo líka sjaldnar á ári, svona kannski cirka 9 sinnum eru tekin svona stærri sýni sem eru greint þá fyrir mengunarefnum og öllum aðal- og snefilefnum og þannig að fylgjast við með því hvort það sé að verða eitthvað breytingar á vatninu okkar. En þetta hins vegar allt svona punktsýni, þetta sýnir bara hver staðan og það þarf að senda þessi sýni, sumir eru greint hérna á Matís en það tekur nokkra daga að fá niðurstöður úr því, sumt sent erlend og svo það tekur 2 vikur kannski að fá niðurstöðunar. Þannig að þetta ekki eitthvað sem við getum notað til að bregðast við, augljóslega bara vatnið
komið heim til ykkur í krannan og þau búin að drekka það áður en að við vitum að það hefur verið eitthvað að. Þannig að þú veist, þetta er ekki hræðsluáróður, þetta er bara svona er þetta bara. En þannig að þú veist, vatnsverndin hún aðalatriði til að tryggja gæðin, að hún standi og hún sinni sínu. En svo erum við, þú veist, viðbótar þessu reglubundna eftirliti, þá erum við búin að vera að svona auka mjög mikið líka bara í að reyna að skilja betur hvað áhrifaþættir eru, hvað áhrif hafa til dæmis að þið nú búin að tala um loftslagsbreytingar, hvað áhrif hafa svona öfgaatburðir í veðurfari á vatnsgæði, hvernig spila þeir inn í til dæmis örverugæði og það hefur svo verið vita alveg bara áratuga skeið af vatnsbólun okkar að þetta eru þessi leku og sprungnu hraun sem við erum að vinna úr sem eru frábærir grunnvatnsleiðarar en þau geta líka verið viðkvæm þá fyrir mengun á ofan og þetta getur verið annarkvort örverumengun eða efna- og olíumengun og við erum búin að vera svona að sjá alltaf meira og meira bara hvað þessir atburðir geta haft áhrif á vatnsgæði og það var þarna Heiða myndist á þessi landsérna hafi verið eitthvað svona alvarlegur atburður og það er vissulega rétt en ég veit ekki, fólk mann kannski eftir þarna 2018 þá var þetta svona stór leysinga og örverumengunar atburður og þá þurfti að senda út svona tilkynningar suðu- og neysluvatni hérna á höfuðborgarsvæðinu sem hafði ekki gerst mjög lengi og í kjölfarið á þessu þá var ákveðið að svona setja aðeins upp belti og axlabönd og fara að lýsa vatnið okkar með útfjólubláu ljósi, vatnið það sem við köllum neðra svæði sem þá Gvendarbrunnar, Jaðar og Myllulækur. Þannig að það vatn allt núna lýst með útfjólubláu ljósi sem í rauninni bara óvirkjar örverur sem gætu verið í vatninu við ákveðnar aðstæður. Þannig að þetta svona langstærstan hluta tímans vatnið af mjög góðum gæðum en við náttúrulega viljum geta sagt að við getum alltaf afhent vatn af góðum gæðum. Þannig að þetta svona varúðarráðstöfun með það en þetta svona algjör minnsta meðhöndlun sem við getum gert og ekki að breyta efnainnihaldi vatnsins. Svo höfum við líka bara verið að bæta við vöktunarbúnaði. Þú veist við til dæmis, ég veit að þú varst hrifin af orðinu trítlateljarar, en við höfum verið að setja upp það sem kallað Þetta eru svona tækjabúnaður sem heitir frumuflæðissjár og þetta leyfir okkur að greina örverur eiginlega í rauntíma svona niður í hálftíma frest og með þessu þetta sjá bara heildar örverufjölda í vatninu sem geta verið skaðlegar í minni hluta eða bara góðar örverur sem eru í öllu vatni og þá er þetta að fylgjast með því að það kemur stór úrkomuatburður eða leysingaratburður þá er þetta að sjá að þessum trýtlum hvernig þeir eru að aukast og þá jafnvel gera breytingar á vinnslunni ástæðu til færa því við erum mjög ríflega afkastageti í Heiðmörk og þá getum við hugsað ok, tökum meira úr þessu svæði sem minna útsett fyrir örverumengun, minkum upptöku hér og svona þetta eins að dreifa vinnslunni yfir svæðin. Og svo líka eins og að þegar sólurinn myndist að eldgosavána, þetta eru þetta orðið, fyrir 10 árum vorum við ekki að hugsa öllum elda á Reykjanesinni, þá var þetta bara eitthvað sem gerist 800 ára fresti. Núna er þetta eitthvað sem á næstu áratugum alveg mögulegt að það gæti eitthvað fara að færa sig nær okkur hérna. Og við erum búin að setja upp svona vöktunarbúnað sem mælir svona ákveðna eðliseiginleika í vatninu í rauntíma til þess að geta fylgst með þessu svona samspili og þurfum alveg að hafa þetta í huga eins og Sólrún sagði svona upp á okkar plön og svona rekstraröryggis áform. En þetta er bara svona dæmi ykkur og svona hluti sem við höfum verið að gera, hluti sem við höfum að mæla en auðvitað bara erum við alltaf opin fyrir að bæta ykkur við og viljum bara gera það sem við getum til þess að passa við sem alltaf að tryggja góð vatnsgæði til okkar neytenda. Mjög gott. Ég var bara eitthvað að hugsa líka samt út af því að þú veist, væri eitthvað geðveikt mikið mál að finna bara eitthvað annað vatnssvæði heldur en Heiðmörk og græja vatni þaðan? Það væri alveg geðveikt mikið mál. Þessi svæði eru, og ég held að þó að þetta er svona óábyrgt kannski að segja en ég held samt að kollegar minnir í salnum geta alveg sagt að líka ég held að eina ástæðan fyrir að höfuðborgin getur byggst upp á þessu svæði er að því að við erum með þessa nálægð við þessi frábæru grunnvatnssvæði. Við erum með þessa grunnvatnsstrauma sem streyma þarna niður frá Bláfjöllum og Sandskeiði og veita okkur allt þetta mikla vatn. En þetta svæðin vinnslusvæðin eru það sem er að því þarna voru lindauppspretturnar, þarna eru samspil af lekum hraunum og líka sprungum, þannig þetta eru gríðarlega afkastamikil svæði. Það er alveg, við erum með í rauninni 2 undirsvæði sem köllum Vatnsendakrika og svo þetta neðra svæði. Það er fræðilega og svona verkfræðilega hægt að flytja sig aðeins ofar í grunnvatnsstrauminn. En við vitum líka frá mælingum á holum sem hafa verið boraðar þar að þetta er ekki eins legsvæði eins og þau svæði sem við erum að vinna úr núna. Þannig að þá erum við að tala um að það þyrfti að fara í einhverja framkvæmdir sem væru borun á gríðarlega mörgum holum sem myndi gefa minna magn. Það þyrfti að fara í uppbygging á lögnum og mannvirkjum og öllu svona og þetta þyrfti alltaf að gerast á aðrennslissvæði núverandi vatnsbóla og sem er bara að fara með bor og svona framkvæmdir þetta er glussi og olía og tæki og boring. Nei, reyndar geggjað skemmtilegt boranir þannig að þetta er eitthvað sem væri alltaf mjög flókið, alls ekki víst með árangur, gríðarlega mikil áhætta og svo er tölunum bara ofboðslega kostnaðarsamt. Þarna værum við að tala um einhverja framkvæmd sem myndi kosta milljarða ef ekki 20 milljarða og ég held að sé svona erfitt að segja kannski að það væri eitthvað sem væri gott að gera við almannafé þegar við erum með þessi góðu svæði sem við erum að vinna úr
og með þessum, þú veist, þessari minniháttar meðhöndlun sem lýsing og góðri vatnsvernd, þá held ég að við bara getum tryggt góð vatnsgæði þarna ókomna tíð og þurfum bara að halda fast í þau og vera tilbúin hverskins vá frá hvað sem það vonandi ekki stríði, en náttúruhamförum. Endilega. Ef það yrði olíuslys svona ofarlega á Hellisheiðinni innan vatnsverndarsvæðisins, hversu lengi, bara í Bláfjöllum eða eitthvað stærðarna, hversu lengi væri það að koma fram? Hversu, tekur það 100 ár að ná inn á vatnsverndarsvæðið, eða sett inn í vatnsbólinn sjálf, eða myndi það gerast bara eftir nokkra mánuði? Ég bara gerum ekki grein fyrir því. Nú gott að hér eru 2 góður líkanmenn frá vatnaskilum í salnum, en svo, þú veist, vatnsverndarsvæðin eru skilgreind út frá, eða sérst með vatnafarslíkani og grannsvæðismörkin, þetta eru þarna, myndið þess að Sólrún var að sýna, þetta er brunnsvæðis og grannsvæðis og fjarsvæði og grannsvæði miðar svona gróft við 400 daga aðrennslistíma og Bláfjöll eru aðeins ofar en grannsvæði þar á fjarsvæði, en þetta eru svona meðaltalsgildi til stökk við innstrákar eðvili. Þannig að þetta eru meðaltalsgildi, þannig að við getum sagt að aldur vatnsins í Heiðmörk þú veist, kannski á bilinu nokkru dagar ef við sjáum eitthvað slys sem myndi gerast nálagt eða tugir dagar, kannski þetta fyrir alltaf eftir hvernig þetta væri, er þetta olíu, er þetta efni eða upp í Bláfjöll allarleið, þá getur það verið einhver ár. En svo er þetta alltaf auðvitað bara líkan, það er bara, þú veist, það tekur bara ákveðin inntaksgögn og gerir ákveðin nálganir, en þú veist, svo getur við verið með sprungur og hraðar rennslisleiðir og svona, en ég held í Bláfjöllum þá erum við að tala alveg lengri aðrennslistíma heldur en ef við erum að hugsa eitthvað sem gerist innan svæðisins. En svo líka það sem alltaf svona, eitthvað til að hafa í huga í þessu þú veist, það eitt, þú færið eitthvað slys og það fer eitthvað niður, þú veist, þú hefur svo stuttan tíma til að reyna, þú veist, grafa upp og ná því sem þú getur náð, svo ef þú veist, eitthvað starf á bara hrauni, þá bara fer það niður og þú ert lengi með meitilinn að reyna grafa það niður til að reyna að ná því upp, þú veist, þá ertu bara búin að missa þetta niður og svo það eftir að renna og þá er svo lítið sem við getum gert í því. Og kannski ef ég má bæta við, þú veist, og það þú veist, þessi nýja hugsun sem innviðafyrirtæki að hugsa núna. Við hefum alltaf verið að setja viðbragðsáætlun, hvernig ætlum við að bregðast við, hvað höfum við langan tíma, þú veist, erum við með viðbragðsteymi til staðar, þú veist, ykkur að vakta þetta. Við verðum að fara að huga, ef við getum komið í veg fyrir þetta gerist, þá er það alltaf best, af því það er ekki gefið að við getum komið viðbragð. En svo er þetta bara, þó að Heiðmörkin sé, þú veist, eitt svæði, þá er hún alveg nokkuð stór og við ef við hugsum svona höfuðborgarsvæði í heild sinni, þá erum við með þessi neðri svæði sem eru líka samt svona nokkur undirsvæði hjá okkur, svo erum við Vatnsendakrika, þar eru við og Kópavogsbær og svo eru Kaldabotnar, þannig að það eru nokkur undirsvæði og þú veist, og nokkrar vatnsveitur sem að geta unnið saman og hægt að auka og vinna saman og geta, þú veist, það er þetta auka samtengingar og þetta auka samvinnu bara upp á auki rekstraröryggi, því ég held að eins og að því vorum að tala náttúruhamfarir, þú veist, ef það kæmi eitthvað fyrir og það myndi renna hraun yfir eitthvað ákveð vatnsból þó finnist það fjarstæðukennt núna, þú veist, þá þurfum við þetta að geta unnið saman og þú veist, ef það kemur mengunarslys líka þú veist, þá er mikilvægt að við höfum þessa getu til þess að svona, þú veist, breyta vinnslumynsturinn og geta bara dreift góðu vatni alls staðar. Og við erum að vinna með hinum vatnsveitunum í að auka rekstraröryggi þannig. Þá langar mig að beina næstu spurningu til þín, Sólrún. Hvernig eru samræmast ykkar áætlanir í Heiðmörk, öllum bara þeim fjölda fólks undirrituð þar með talin sem vil stunda útivist í Heiðmörk? Það bara samræmist frábærlega, því að eins og ég var að reyna að segja áðan, við viljum að Heiðmörkin sé útivistarparadís. Henni verður skipt upp, við getum sagt í hólf, útivist þar sem bílar eru allt í lagi og svo viljum við bara búa til vin í Heiðmörk sem er bíllaus útivistarparadís, þar sem að fólk kemur og hleypur og skíðar og gengur og nýtur kyrðar skógarins í útivist og það er bara hluti Heiðmörkur. Svo er bara fullt af öðrum svæðum í Heiðmörk og með strósagott sem að þú veist að segja, það eru fullt af öðrum útivistarsvæðum í Reykjavík. Við erum að byggja hérna upp Áningarstaða orkuveitan sem er algjör útivistarparadís og sérstaklega fyrir barnafólk og annað og svo erum við náttúrulega að byggja upp Austurheiðar og við í Veitum við byggjum á langri sögu að byggja upp útivistarsvæði. Það voru veiturnar sem byrjuðu að græða upp þennan dal, það voru veiturnar sem byrjuðu að græða upp Heiðmörk og ef með mismunir ekki, þá var það fyrsti rafmagnsstjórinn sem var mikill áhugamaður að græða upp. Þannig að við viljum endilega taka þátt í að búa bara til fleiri útivistarsvæði síðan líka með Reykjavík. Andri minn. Akkur elskar vatn svona ógeðslega mikið? Ég er 70% vatn, þannig að þetta er bara sjálfselska.
Ice Guys er líka 50% vatn. Nei, hvað er það? 45. Ice og Guys eru menn. En þeir eru 70%, þannig þetta er hærra hlutfall. Shit. Herðu, ok, mjög gott. Eigum við að taka spurningar úr sal? Er einhver með spurning úr sal? Herðu, get ég hlaupið með mikrofónin? Sjáum til. Viltu kynna þig fyrst? Einar Sveinbjörn heiti ég og fyrsti varaborgarfulltrúi í Flokk Fólksins Reykjavík. Ein spurning varðandi í framhaldi af spurningu andra áðan, varðandi vonandi verður aldrei olíuslys innan vatnsverndarsvæðis Heiðmerkur eða okkar í Reykjavík. Spurningin er svo, erum að ræða einhvers konar olíuflutninga á svæðinu, hvort innan þess eða í kringum svæðið? Það er olía á bílum, þannig að það er bara, þú veist, það er bara olía í bílum. Þannig að já, við getum sagt já, það er olíuflutningar bara á þessum tækjum sem keyri gegnum. Ok, en eða væri það er náttúrulega mikill munur kannski á 1 lítra olíuleka úr bíl, heldur en kannski 10 tonna olíuslisi skiljið upp á 400 daga. Já, þú ert að tala upp í Bláfjöll. Spurningin er bara semst væri möguleiki á því að stórt olíumengunarslys myndi eiga sér stað í Heiðmörk? Innan vatnsverndar. Já, það er möguleiki að það verði mengun af olíu eins og bara það fylgir bílum og við höfum séð að við höfum verið í raun heppin að þessi slysið þegar hafa orðið hafa ekki leitt til þeirra mengunar við þurft að koma við bara. Þannig að það er alveg möguleiki á meðan það eru bílar að keyra mjög nálægt vatnstökusvæðunum okkar. Sér, viltu bæta ykkur við? Nei, þú veist auðvitað, ég held að nú sé ég líka umsjónarfólk og vatnsverndarsvæðina að þú veist, það er ekki, við vonum að það sé ekki 5.000 lítra olíubílar bara að nýta sér þetta sem einhverja akstursleið, en svo erum við með bíla, það eru 50 lítra, svo ertu með vinnuvélar, þú veist, það eru kannski 100 lítra, 150, 500 lítrar og svo ef þú tekur alla bílana og leggur þá saman, og þetta er líka alltaf spurning samlegðar áhrif og sammögnunar áhrif, þú veist, það hefur farið út að rúta, það farið út að vörubíl, þú veist, þannig að þetta er líka kannski spurningum, þú veist, við getum ekki séð allt og vita allt, þú veist, ég meina þetta sem Sólrún var að sýna, þetta er það sem hefur verið tilkynnt til okkar, þú veist, og sem við sjáum okkar fólk sér, en svo heyrum við líka af því og Þóra hér getur stafst að þú veist að það fer ykkur út á og svo bara sést bara það er búið að draga bíl burt, þú veist, við getum ekki alltaf vita allt, þannig að þú veist, en auðvitað vitum við að þetta er ekkit endilega eitthvað skemmtileg umræða, en ég held að þetta sé samt bara þörft að hugsa þetta í þessu samhengi. Og við vitum bara að forvarnir er betri og það er bara orðið slys erlendis sem hafa menga vatnsból og það eru ekki að tala olíubíla sko. Þannig að þú veist, við bara viljum veita vatnin okkar vafan af því að það er umferðar leiðir sem við getum farið aðrar, við þurfum ekki að keyra þetta. En þú spyrir hvað er rafmagnsbíla, sko við höfum fengið ráðleggingar frá heilbrigðiseftirlitinu að það eru efni í rafmagnsbílum sem geta mengað. Þannig að því miður þá teljum við að þau geta líka verið hættulegir inn á vatnstökusvæðunum okkar. En svo er bara þarna mikilvægt einmitt að þú veist, það er þessi deiliskipulagsvinna í gangi og innan hennar er, þú veist, verið að fara að vinna áhættumat þar sem er hort á alla þessa þætti og þannig ég held að sé bara þetta allt svona fít inn í það að reyna að taka sem bestar ákvarðanir fyrir svæði til langs tíma og hann út frá svona ýmsum sjónarhornum. Takk fyrir. Bara örstuð takk hérlega fyrir svörin. Ég vil líka ítreka það að ég er algjörlega sammála því sem hefur komið fram hjá ykkur að takmarka umferð bíla þarna og allar þar hugmyndir sem þið komið fram á þann að við erum hjartanlega sammála því. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Einhverju fleiri sem... Já. Þetta var svo pen upprétting. Ég er svo kurteis. Já. Þetta er Dóra Björt, formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur og er aðeins að velta fyrir mér hvernig við tryggjum sem best sambýli vatnsverndar og skógræktar í Heiðmörk. Af því að þetta er svona álitaefni sem hefur komið upp í samhenginu. Já, skógrækt, ég skal byrja bara og þið getur svo bætt við. Skógrækt og vatnsvernd hefur farið saman mjög lengi og getur farið mjög vel saman. Þannig að vera með útivistarparadísina Heiðmörk án bíla með skógi er bara eitthvað sem að fer mjög vel saman. Þannig að ég sé ekkert þetta í fyrirstæðu að viðhalda þeim skógi sem er þarna
og sjá til þess að þessi útivistarpartís, að við rekum hana saman eins og við gerum í dag, það bara fer mjög vel saman. En það eru ákveðin eðli í starfsemin sem hefur verið að nuffra sem þarf að breytast á okkar mati, skiluru. En það getur bara færst til og við getum haldið áfram okkar farsæla samstarfi að við halda þessum skógi sem þarna nú þegar. Já, komið sæl, ég heiti Reynir Sæðursson, ég sérfræðingur í vatnsbólum og innviðum. Skil ég ykkur rétt að það standi ekki til að hindra för gangandi frekar en í dag? Snúist aðalum bíla? Já, við þurfum að færa, við þurfum að girða betur af svokölluðu brunnsvæði og við þurfum að færa hlaupastíg, allavega það er 1 hlaupastíg sem við vitum, við þurfum að færa en við munum færa hann og bara endurbæta hann, sko. En annað, þetta snýst bílaumferðina og innan svæðis. Við viljum að þarna bara fái fólk að njóta útivistar eins og það hefur gert, en ekki á bíl. Takk fyrir þetta. Við höfum pláss fyrir eina spurningu í viðbót. Já, Ásta Þórdís Skjaldal, ég sitt í umhverfis ástandinu Dóru Björt hérna. Mér langaði bara að spyrja í þessu skipulagi, gert ráð fyrir að koma á einhvern hátt sérstaklega til móts við hreyfihamlaða á slíku útivistasvæði? Takk. Já, sko, það náttúrulega eru stígar en það verður ekki hægt að fara þá bíl ef að markmið okkar nást fram, en hins vegar náttúrulega eru önnur útivistarsvæði þar sem að við í rauninni getum þá stunda útivist ef við þurfum að fara á bíl. En auðvitað reynum við að hafa stígan eins góð og hægt það fer bara svolítið eftir í hvort fólk getur, hvernig hreyfihömlun til staðar og annað, en auðvitað verða einhverjar breytingar. Takk hella fyrir. Má ég kannski, mér langar kannski bara aðeins í þessu samhengi að bæta við að við erum náttúrulega þó við séum að tala fyrir einmitt að lyfta upp öðrum svæðum í kringum Reykjavíkurborg og hérna í kringum höfuðborgarsvæði, að það þýðir ekki að sé eitthvað að það sé verið að draga úr þeirri notkun sem á svæðinu nú þegar. Okkur bara fer gríðarlega fjölgandi og bara ágengnin í þessi svæði að aukast svo gríðarlega hratt að við erum ekki kannski að ná að þróa okkur í að hratt og í rauninni, fjölgunin Þannig að þess vegna þurfum við líka bara að benda á aðra kosti og en líka bara í öllu skipulagi og þegar við erum í samstarfi við skógræktina og bara aðra hagsmuna aðila í kringum okkar útivistarsvæði í kringum Reykjavík, að þá horfum við alltaf sérstaklega til aðgengismála og það alveg greiðlega mikilvægt að það sé að öllu sé fært að nýta sér útivistarsvæði í kringur Reykjavíkurborg og þess vegna erum við líka að horfa á bara samgöngur til annara svæða, bara við erum í ákveðni greiningavinnu núna þar sem erum að skoða, önnur skólendi, við erum í mjög góðu samstarfi við til dæmis stígagerðina núna í kringum Elliðaárdalinn upp á heiði, hvað heitir hún? Hólsey og í kringum útivista, það líka bara svona vaxandi útivista perla sem ekkit langt frá þessu svæðin, þannig að við sjáum að nýtingin og aðgengið mun bara klárlega aukast ef einhver í náinni framtíð og við þurfum svona að horfa á þetta líka í því samhengi. Takk kærlega fyrir. Við höfum ekki, má við taka eina spurningu viðbót? Við höfum taka eina spurningu viðbót, ég fékk leyfi. Góðan daginn, Auður Kjartansdóttir heiti ég og framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Reykjavíkur. Það ég vil bara benda á að Skógræktarfélag Reykjavíkur hefur verið að gróðursetja og það staði fyrir sjálfboðalega starfi með uppbyggingu á Heiðmörk. Heiðmörk fagnar 75 ára afmæli á þessu ári. Þetta ég held að allir sem búa á Íslandi geti verið sammála að skjól eitthvað sem eftirsóknarvert. Skógurinn í Heiðmörk einstakur. Hann það tegundafjölbreytnin, tré, að því að þú ert að tala tíminn ástæður. Líftími trjáa allt annar heldur en líftími okkar manna. Trén í Heiðmörk eru unglinga núna
og þau eru að spretta úr spori og vaksa og dafna og þeim er alveg sama hvernig við mannfólkið hugsum tré. Þeir bara vita að þau eiga að vaksa en það er ekki hægt að líkja saman skóginum á Hólmsheiði sem er vissulega framtak Skógræktarfélags Reykjavíkur sem við öll getum þakklátt fyrir en þá er það líka bara skógurinn í Heiðmörk er einstakur og það þarf að tryggja aðgengi á honum. Takk. Takk Já, kærlega við erum alveg sammála, hann er einstakur og við viljum endilega að fólk fá að njóta skógarins, bara ekki á bílunum. Mjög gott. Varðandi það þá langar mig kannski aðeins að segja að það er varðandi viðburðarhald á að hleypa sálfræðingum sem eru að taka móti börnum í Heiðmörk, á að taka móti hjólreiðafélagi Reykjavíkur sem vil hjóla í Heiðmörk, á að taka á móti, þetta er eitthvað sem að allir eru ekki alveg sammála og þessi heimasíða afstaða til vatnsverndar að það megi ekki vera sem sagt neitt þar sem er komið á bíl. Það er þetta þarf eitthvað að skoðast í heildarsamhengi en auðvitað er bara ábyrgð Reykjavíkurborgar mikil að finna farsæla lausn fyrir okkur öll. Takk. Já, takk. Við tökum undir það. Við trúum því að við finnum farsæla lausn þar sem að við getum notið skógarins saman með aðeins breyttum formerkjum og ég er full að trúa því að við náum að finna út af því saman. Þar sem við njótum skógar og verndum vatn. Takk kærlega fyrir. Þá ætla ég að segja þetta glæsileg loka orð í þennan fund og þakka ykkur kærlega, þakka ykkur sem töluðu hér. Ef ekki að klappa fyrir þeim. Glæsileg. Og endilega fáið ykkur veitingar hérna á leiðinu út. Það er eitthvað smá smörri eftir ef að Rún er ekki búin að klára það.